Nú góða og girnilega góða áleikið komið í nýjar og umhverfisvænni umbúðir. Betra fyrir umhverfið og þig. Goði, alltaf góður. Þegar Valdís Jónsdóttir, talmeinafræðingur og doktor í raddmeinum fór að taka á móti raddlausum kennurum í stórum stíl, leist henni ekki meira svo á blikuna. Þú fékkst Jónínu til þín, raddlausa. Hvað var það fyrsta sem þú fórst að gera með henni? Sko, fyrsta lagi finnst mér bara svo sorglegt hvað þekkingaleysið mikið að þetta skuli gerast. Það á ekki að þurfa að gerast. Ef þú hefur þekkinguna og kannt að beita þessu atvinnutæki þínu í þessum hrikalegu kringumstæðum sem að kennsluumhverfið að þá átt að geta siglt framhjá því að steyta svona upp á skerinu og missa algjörlega röddina. Það sem fólk áttar sig ekki á að sko, þetta líkamsstarfsemi sem hægt að ganga fram af eins og allri annarri líkamsstarfsemi. Og þar sem meini liggur. Og það hefur verið það mikil skilningsleysi, við erum búin að vera að berjast í þessu í 20 ár. Og það hefur verið svo mikið skilningsleysi að það sé nauðsynlegt að uppfræða fólk, hvort sem það í kennarastétt eða þinnistétt eða hvaða stétt sem það að leigja röddina sína út, að átta sig á því að það þarf að kunna á þetta tæki, það þarf að þekkja allt þetta sem kemur upp sem blikkandi aðvörunarljós þegar farið að ganga fram á þessu tæki. Vitandi þetta, og þetta auðvitað hinn sko, sorglega staðreynd, en þarna kemur hún til þín, raddlaus. Hvað byrjar á því að gera? Byrja á því sem ég var eiginlega að tala um, ég byrja á fræðana. Já. Hún þarf að vita hvað gerðist. Hún þarf að vita það að það búið að ganga fram af raddfærunum og ég þarf að fara að losa, ég vinn þarna sem sjúkraþjálfari í raun og veru. Þetta eina sviðið í líkamannu sem bara bókstaflega tekið frá fyrir okkur talmeinafræðingana, eða raddfræðingana. Já, það er þetta svæði. Það þetta svæði þarna nákvæmlega. Og ég þarf að byrja á því náttúrulega til þess að ég geta unnið einhverja viti með henni, að fræðana vinnsluna á þessum vöðvum og öllum þessum tengingum sem þarna til þess að hún átti sig á hvað hún á að gera. Og ég þarf sem sagt að reyna að losa vöðvafestur, það það sem þetta snýst Og það sem fólk áttar sig ekki á að sko talfærin sem slík, þá á ég við varir, kinnar, kjálka og tungu, svo við tökum þessi helstu talfæri, í raun og veru í systkinasambandi við raddfærin. Já. Þannig að ef annabilar, það að segja í þessu tilfelli talfærin, að þá dregur það þennan dilk á eftir sér vegna þess að tungan föst. Hún föst við það sem heitir málbein og það mín vinna að losa málbein í orðsins fyllstu merkingu. En fallegt. Já, og hérna hún föst, þetta málbein hérna í kverkinni. Og tunguræturnar hérna fastar. Og þetta málbein sem sagt efsti hluti barkakýlisins, þannig að þegar tungan bara búin að ganga of langt, hún búin að ganga fram að sjálfu sér, að þá leggst hún eins og slitti ofan á þetta málbein og þar með hreyfingin á raddfærunum komin í uppnám vegna þess að þá geta raddböndin ekki teikst. Þetta allt saman líkamsfræði. Já. Fólk alltaf að tala um rödd og röddin bíli og annað í þeim dúr. Það getur alveg eins talað um það að hljóðið í bílnum sínum bíli. Já. Það gerir það, ekki það. Nei. Þannig að ég þarf í raun og veru að fræða vegna þess að það hefur ekki verið gert. Og ég bara kalla eftir því að það verði tekið inn sem bara skyldunám þeirra sem að leigja röddina sína út að vera fræddir hvernig þetta verkfæri vinnur. Vegna þess að þá þarf allt í einu að fara að tala líkamsfræði og eðlisfræði. Vegna þess að við erum að tala hljóðbylgjur.
Og ef að við sem sagt förum að þrengja að þessu kerfi sem er þarna í Siams sambandi, talfærin og raddfærin, að þá fer þetta allt í uppnám. Við bara göngum fram að þessu. Til dæmis eins og við skulum taka píanóleikara, hann verður að venda sína fingur, ekki satt. Þannig á allt undir því að geta spila á píanóið. Og það alveg fullur skilningur. Það fullur skilningur. Af því þetta sýnilegt og annað í þeim dúr. En þetta nefnilega sársaukalaust sem að þarna læðist raddveilan að sem slík. Já, ekki það enga tilfinningar á þessu? Nei, það það sem að við raddmeinafræðingarnir söknum. Viljum þó sé ekki nema bara pínu lítið að fólk finni til. Já, því að þú finnir til nákvæmlega, og þá passar nákvæmlega, þá passar þig og þá leitar þú hjálpar. Já. En þetta er ekki fyrir hendi og það sem verri að þetta kemur fram í ræskingaþörf, þetta kemur fram í svona höggtilfinningu, þá orðið mjög langt gengið, langvarandi hæsi, röddin dugar ekki í fjarlægð og röddin brestur. Þetta allt saman einkenni á að sé búið að ganga fram að þessu ágæta. Þetta hinn svokölluðu rauðu flögg. Já, þetta eru rauðu flöggin. En það eru náttúrulega nokkra starfsstéttir meira útsettar fyrir þessu heldur en aðrar, væntanlega. Vegna aðstæðna, já. Vegna þess að þeim skapar slíkar aðstæður að þetta eiginlega bara dauðadómur fyrir röddu, svo má segja. Það eru kennarar og þar toppa tvær stéttir sig sérstaklega. Toppa tvær stéttir, það er annars vegar íþróttakennararnir og hins vegar leikskólakennararnir og ef þú hugsar í hvers konar umhverfi þetta fólk er að vinna, þá er það mjög skiljanlegt. Já. Það sem verst finnst mér að það síður en svo að þetta sé að skána, síður en svo. En það fullt af fólki sem gengur með þetta og áttar sig ekki á því að það hægt að fá hjálp, af því það hefur ekki þessa þekkingu. Það því miður. Og þess vegna ég svo glöð núna að það skuli loksins hafa tekist að koma sin skyldu inn í kennaranámi hérna í Háskólanum á Akureyri að læra ekki bara röddina, heldur raddfærin og talfærin og hvernig við beitum þessu og hvernig við þurfum sem sagt að sinna þetta þannig að þetta gefis ekki. Þetta er leigutæki. Við erum að leigja þetta fyrir aðra. En þú hefur nú séð á ýmsa koma misvel á sig til þín, íþróttakennarana og leikskólakennara og svo margar aðra stéttir. Allt að fáa, reyndar. Vegna þess að þekkingar leysi svo mikið. Já, en ég veit að það er miklu fleiri sem þurfa á mér og minna líka að halda. Er þá þekkingarleysi það vegna þess bara hreinlega fólk veit ekki að það er til ráð við þessu? Jú, þetta er ekkert í skólabókum, neitt. Ég plæði mig sjálfa í gegnum bæði í Skotlandi og hér vegna þess að þetta er ekki bara íslenskt fyrirbæri, þetta er út allan heim. Já. Og ég plægði mig gegnum kennsluefni frá alveg 6 ára og upp í háskólastig. Ég fann ekkert sem var bitastætt rödd eða raddfæri, annað en það var talað svolítið mútur. Hvað þetta að segja? Annað ekki til. Þetta eru 2 raddbönd sem að sveiflast og þá myndast hljóð. Það er eina sem ég fann í líffræðibók hérna úr Menntaskólanum á Akureyri. Þannig að þú getur ímyndaðir að við erum og af því þetta er sársaukalaust, þá verður þetta það sem að gerist. Fólk leitar sér ekki til hjálpar. Fyrir að það komið á þetta stig sem Jónína fór á. Eins og Jónína fór á, það er þeirra röddin farin alveg. Þá bara kemur skelfingin því að þetta er miklu sorglegra heldur að fólk áttar sig á af því að röddin er ekki bara svona tjáskiptatæki okkar, heldur við verðum að geta kallað á hjálp. Við fáum alveg bullandi innilokunarkennd þegar hún fer. Já, þegar hún fer. En það er rosalega sorglegt samt að það skuli þurfa að ganga svona langt áður en fólk leita sér til hjálpar. En þú doktor í raddmeinum, eru til margir slíkir hér á landi? Ég er svo eina. Þú ert svo eina?
Og við erum mjög fá í heiminum. Sko þetta er svo, ekki það fyrir að sko þetta hafi ekki verið þekkt sem slíkt, en það fær eiginlega byrjundir báða vængi þegar farið að taka á þessu og ég verð að sletta, vegna þess að við líkar ekki orðið vistvænt, en þetta heiti voice ergonomic. Það er að segja ég er menntuð sem forvarnar aðili í þessum málum. Förum einmitt að forvörnum. Já. Þú hefur, byrjum til dæmis bara á hávaðamælingum. Það til einhver stuðull það. Ég sá til dæmis að eitt ráðið frá vinnueftirliti inn í hávaðasömum skólum væri að setja heyrnartólabörnin. Hvað finnst þér það? Sko, við þurfum ekki einu sinni fræðin þarna til. Þetta heitir bara eitthvað svona heilbrigð skynsemi. Hvernig lærum við mál? Lærum við ekki máli með því að hlusta og innibyggja það þannig. Og hvernig heldur að börnin geti náð að hlusta sér til gagns? Nei, en þau eru kannski að forðast hreinlega hávaðann. Já, sko, þetta er eins og að setja plástur bara á skítut sár. Hvernig á það? Þannig þekkingaleysið algjörlega blasir við auðvitað á ekki að setja heyrnarhlífa þá ráðast á vandann. Sem er? Já, þá að lækka hávaðann í kennsluumhverfi. Má ekki bjóða þeir að fara inn í bara kennslustund svona og læra þar. Ég held að hvoru okkar myndi vilja það. Af hverju? Af því það er of hátt. Við þurfum að heyra til hvers eru kennararnir ef að þeir eiga ekki að fræða okkur munnlega. Þarf að fækka í bekkjum? Það er það sem kennarar bara bókstaflega þeir hrópa á. Já. Ég er búin að gera margar rannsóknir og ég fæ þetta svar alltaf. Það þarf færri börn, sérstaklega núna þegar að það er orðin svo mikil sundrung í þessum hóp. Við erum komin svo mikið að tvítyngdu börnum. Ég er með eina núna sem er leikskólakennari og helmingurinn af börnunum sem hún er með, ég held sem er 22 börn, sem er náttúrulega alveg gaga leikskólabörn. Það er allt og mikil fjöldi, þess að ráða við þetta almennilega. Helmingurinn af þessu er tvítyngdur. Já, sem þarf þá... Hvað eiga börnin að gera? Sitja bara prúð og stilt og gera ekki neitt? Nei, svo er það. En þín rödd núna sem þessi sérfræðingur Íslands í þessum málum, hún verður að heyrast. Og hverjir eiga að bregðast við? Hvað viltu að verði gert? Yfirvöld. Ég vil lagabreytingu, ég vil til dæmis að hávaðinn sé mældur ekki sem verksmiðju hávaði í skólum. Það er gert í dag. Þess vegna kemur þetta með heyrnarhlífarnar. Það meikar sens og ég sletti nú. Það meikar alveg sens. Og að það þurfi að fjarlægja hávaðavaldinn og byggja yfir og annað í þeim dúr. Það gengur náttúrulega ekki. Það þarf að búa til sérlög fyrir skóla. Og það er þessi vinnustaður nefnilega svolítið sérstakur vegna þess að hann er bæði með fullorðna sem er þá vinnueftirlitið en líka börnin, við gleymum ekki börnunum því það eru þeir sem eru neytendurnir. Þeir þurfa að heyra þessa rödd kennarans til þess meðal annars að geta lært mál. Þau læra það ekki í þeim kringumstæðum sem er. Sem sagt, eins og kringumstæðunar eru núna með öllum þessum fjölda barna, ósamstæðra og við erum nú ekki beinlínis þekkt fyrir aga Íslendingar, að meðan að þetta er svona þá skadar þetta rödd kennarans tvímælalaust, gengur að henni dauðri og þetta kemur í veg fyrir að börnin geti lært. Og þar með erum við komið með stjórnmálumennin í þetta. Ég vil lagabreytingu. Ég vil að skóli sé tekin alveg sem sérstakt vinnusvæði og það séu sérstakar mælingar vegna þess að það sem okkur varðar að vita, því þetta er erilshávaði, okkur varðar að vita hvað veldur hávaðinum. Ekki að meðaltali síðan svo mikil, skilurðu. Heldur hvað veldur þessi hávaði vegna þess að hurð var skellt eða var það vegna þess að einhver öskraði. Til þess að geta náð hávaðinu niður þá vorum við að vita hvers slags hávaði er þarna. Já. Þetta látum við vera loka orðin. Ég veit að þín rödd er ekki þögnuð sem betur fer. Halt okkur við efnið og takk fyrir að koma og segja okkur frá. Já, takk hérlega fyrir mig.